En þá að aðalfrétt kvöldsins. Elsta kvikmynd Íslandssögunar kom í leitirnar í dag. Myndin frá árinu 1851 en það heilum 30 árum áður en Frakkar fundu upp fyrstu kvikmyndatökuvélina. Frakkar í kjölfarið haldi fram að sögufölsun sé að ræða, en hvað vita þeir? Kvikmyndin sýnir Jón Sigurðsson á leið til þjóðfundarins í Reykjavík sama ár. Einnig sést hann ásamt áðurum fundamönnum mótmæla kröftulega fundastjórn Trampi Greifa sem sleit fundi áður en þeir gátu lagt fram frumvarp nýja stjórnskipun Íslands. Myndin hefur orðið til að vekja aftur áhuga á Jóni Sigurðssyni sem allt of margir í dag þekkja einungis sem 500 kallinn. Í dag tilkynnti ríkisstjórnin á blaðamannafundi að hún hygðist bjóða Jóni Sigurðssyni í dagsferð frá árinu 1851 til dagsins í dag með aðstoð tímavélar svo hann gæti verið viðstaddur lýðveldishátíð Íslendinga á 17. júní. Þrátt fyrir að eldgosið hafi sett svip sinn á hátíðarhöldin fór ræða forsætisráðherra fram að Jóni viðstöddum. Að henni lokinni fór Jón í skoðunarferð Reykjavík og virti meðal annars fyrir sér höggmynd Einars Jónssonar, heilsaði upp á yngstu þegna lýðveldisins og hlýddi á íslenska tónlist. Þá gerði hann tilraun til að komast inn í menntaskólann í Reykjavík þar sem þjóðfundurinn var haldinn og að lokum smakkaði forsetinn kandífloss. Forsetinn var að sögn viðstaddra afar stoltur og ánægður með hvernig lýðveldi Íslendinga hefur þróast í gegnum árin. Takk fyrir okkur, herra forseti. Takk kærlega.